Hafþór, getur aðeins sagt okkur frá þessu verkefni, þessari ljósmyndaseríu? Já, það var þannig að pabbi greindist með krabbamein október 2010 og fór í gegnum meðferð þar og bæði geisla og lífeigjöf, og það voru myndir sem voru teknar á honum þegar hann var í geislanum sem ég sá sko þegar hann fór aftur 2011 í aðra meðferð, og þá var ég byrjaður í ljósmyndanámi og ákvað að tala við pappa og spura hvort ég mætti fá fylgjunum eftir. Ég var mjög efins að myndi vilja það, en hann tók alveg mjög vel í það, og sem ég bara er mjög glaður með og uppást þetta ævintýri bara, og þessi saga segir rosalega mikið og hún er alveg tilfinningaþrungin en það er gleði í þessu líka og þannig að þetta var mjög skemmtilegt þannig séð að vinna þetta, það sé ekkert rosalega skemmtilegt að eitthvað sé með þennan hryllilega sjúkdóm. Hvernig tók pabbi þinn í þetta? Hann tók alveg mjög vel í þetta sko, hann var bara mjög jákvæður og vildi bara fá mig bara strax með sér, og ég fór með honum í nánast hverja einustu lyfjagjöf sem hann fór í. Ég held að það voru 1 eða 2 sem ég fór ekki í og fylgdi honum eftir bæði heima og næstu bara út allt sko. Ég hef fengið bara mjög góða viðtökur við þessu verkefni, og fólk sem hefur gengið gegnum þetta tengir alveg klárlega við þetta og Og hvernig, er ykkur ástæða fyrir að þú hefur myndina í svarthvítu eða? Já, ástæðan fyrir því er að mér finnst þetta vera svona tímalausara og ná dramatíkinni meira upp með svarthvíta litnum. Svo líka smá triks með að bætir það eins að lýsingin á spítölunum er yfirleitt mjög ójöfn og mjög ljót, svo maður mætti segja. Þannig að þetta verður allt miklu fallegra í svarthvítu. Og hvernig líður pabba þínum í dag? Honum líður bara ágætlega. Krabbinn er bara á undanhaldi og bara er ekkert að gera. Og hann kláraði meðferð síðast í desember 2012 og hefur verið í eftirfylgni síðan. Hann fer á 3 mánaða fresti í skann og blóðprufu og svoleiðis, þannig að það er alveg fylgst vel með kallinum sko. Ok, frábært. Takk kærlega fyrir að segja okkur frá þessu. Já, takk fyrir mig.